Jæja, þá höldum við áfram og ég ætlaði að fjalla Biblíuna, bara þessa bók sem að við köllum Biblíuna. Og ég man eftir því að fyrir nokkrum dögum þá lá ég upp í sófa og fór að hugsa efni sem ég ætlaði að fara í og það var ekki hláturskast, sko, því að Biblían 66 bækur og ég ætlaði að fara að fjalla hverja, þá hef ég 40 cm á hverja bók, sko. Og ég var að reyna að gera punkta til að setja og glærur og gera þetta voðalega professionalt, sko. Og þá var ég komin alltaf með 3-4 tíma efni. Og lokum sá ég þetta var gjörsamlega vonlaust og ég ákvað að tala bara svona, ekki beint blaðalaust, ég með punkta, en reyna að gefa innsýn inn í hvers konar bók þetta Og það er eina leiðin. Allt sem ég reyndi annað að vera með punkta og taka saman og finna vers til að lesa upp og svona, það var gjörsamlega vonlaust að þessu stutta tíma. Engu að síður hægt að gefa svona í grófum dráttum einhverja mynd af því hvað Biblían Ég ákvað því að einbeita mér að því að kynna Biblíun í stórum dráttum og horfa á svona eitt rauðan þráð sem í gegnum hana sem Guðsríkið. Já, Biblían skiptist í 66 bækur og orðið Biblía þýðir bara bókasafn. Þannig þegar við tölum Biblíuna eins og eina bók, þá þetta 66 bækur og það ekki einu svona líkar. Það eru frá mismunandi tímum og spanna sko fleiri aldir og það í það sem við köllum Gamla testamentið eru 39 bækur. Í Nýja testamentinu það 27, mislangar og stórar. Og þessi skipting þannig að hún skiptist þannig að Gamla testamentið tímabilið fram að Jesú Kristi og Nýja testamentið tímabilið eftir að Jesús kom. Guðspjöllin, þau eru svolítið sérstök fyrir það að þau eru á svona mörkum 2 tímabila. Þegar Jesús gekk á jörðu og var að kenna, þá gilti lögmál gyðinga. Og ýmislegt sem Jesú að segja við samtímamenn sína út frá lögmáli gyðinga sem var að ganga sér, sem var að koma á endatíma að því Jesús var að fara að gera nýja sáttmála. Og Jesús líka að tala nýja sáttmálan sem hann að fara að gera. Og það hefur valdið miklu ruglingi og ég hef stundum verið svona stríða, ég nú stríðin stundum og sagt vitið að Jesú spurður að því hvað var æðsta boðorð í Biblíinu og hann sagði að elska Guð öllu hjarta, sál, mætt og huga. Og svo bara sagt fólk, þetta bara líðandi lok, þetta gildir ekki lengur. Fólk alveg rekkur við. Var ekki Jesú að kenna þetta? Nei, það var Móses sem sagði þetta í lögmálinu. Og Jesús sagði þetta æðsta boðorð lögmálsins. En lærisveinar Jesú, þeir sögðu bara allt annað sem þeir höfðu eftir honum. Þeir sögðu kærleikurinn ekki lengur að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur. Jesús sagði við Nikódemus miðanótt, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn og alveg skilyrðislaust. Lögmálið var, ég mun blessa þig, vera með þér, en þú þarft að gera þetta. Og ef þú gerir það, þá kemur yfir þig vanefndóraðir samkvæmt sáttmálunum og þú ert í vondum málum, svo fylgdi Guði ekki eftir að kærleika sínum og miskunnsemi. En þannig að Jesús, og það ýmist í Nýja testamentinu að tala til þeirra sem undir lögmáli eða tala þannig nýja sáttmáli sem vera til og það mikilvægt að vita þetta þegar ég lesi Nýja testamentið sko að því sumt sem Jesús segir þarf að skýrast í þessu ljósi. Ég svolítið að reyna að, ég vona að þetta verði ekki þurft, en ég reyna svolítið að gefa upplýsingar sem hjálpa okkur við að lesa Biblíuna. Hvernig var Biblían til? Það var allavega hana. Það var ekki þannig að Guð kom í putta í jörðinu og skrifaði heila bók, eða 66 bækur. Sumar frásagnir Biblíunar eru til á löngum tíma og ekki neinn höfundur að þeim.
Í Biblíunni er mikið að dæmisögum og menn er ekkert alltaf klára á því hvað er dæmisög og hvað ekki. Ég veit ekki hver kenning fræðimann er, en þegar ég var að lesa Jobsbók þá fannst mér hún vera það sko. Mér fannst það bara á uppbyggingun og framsetningunni, en ég veit ekki hvernig fræðimenn kenna það sko. En það skiptir engu máli vegna þess að spurningin er hver er boðskapurinn? Hvað er Guð að segja við okkur í textanum? Við þekkjum dæmisögur eftir H.C. Andersen, Nýjuföddin keisarans til dæmis, Ljóti andarunginn, fuglinn sem fúnkeraði ekki fyrir hann var komin í rétt umhverfi, þar sem hann passaði. Nýjuföddin keisarans og það þegar allir sögðu það saman og allir hinir og enginn þorði að segja neitt annað fyrir einhver lítil stelpa gerði það og sá allir hvað var rétt. Þessi keisari var aldrei til, þessi stelpa var aldrei til, Ljóti andarungi var aldrei til, en samt hefur þetta allt gerst mörgu sinnum í mannheimum. Þannig að Biblían er líka með sko dæmisögur. Jesús sagði þar nokkru sinnum, ein var týnda soninn, ein var mannin sem var að fjárfesta og lét 3 menn fá mismunandi mikið að ávaxta og þeir stóðu sem mismunandi vel og svo sá sem ávaxtaði best, hann fekk að honum að trúa fyrir mestu seinna. Alls konar sögur. Og ég hef ekki getað áttað mig alltaf á því hvenær er þetta dæmisaga, hvenær er þetta bara hardcore sagfræði, hvenær er þetta spádómar. Jú, það er yfirleitt auðvelt að sjá þá. Og þeir eru mjög skýrir og hafa ræst stór hluti þeirra nú þegar. Það eru sögulegar heimildir og það má ætla að konungabækurnar í Biblíunni séu mjög áreiðanlegar því að þar sem konungar voru, þar voru skrifarar og þar voru hluti skrifaði niður jafnóðum. Það var bara hluti af því að reka konungdæmi. Stundum eru sögur, bækur Biblíunnar blanda, dæmisögum og staðreyndum og þær eru skrifaðar af mismunandi tímum, af mismunandi fólki, í mismunandi tilgangi, mismunandi frásögn og hver annar, og það eru sumar hver annar ólíkari. Ef að Biblín er ekkert minna Guðsorð og okkur bók sem verði til á löngum tíma, þetta er bara sem við baka köku, fyrst hrærum við og svo setjum við þetta í hann og svo hitt, svo bökum við og svo setjum við á þetta krem og sumar bækurnar eru til svona í deiglum mannlífsins. Það eru spádómsrit, þau eru mjög merkilega því að sko svo mikið þessum spádómum er þegar búið að rætast. Það getur mann alveg séð hvað er rættust akkurat sko. Það er spekirit, málsættir, mikið af málsáttum sem í dag eru úr Biblíunni. Það eru sálmabækur, eins og Davíðssálmarnir meðal annars, söngleikir eins og ljóðaljóðin, rosalega flottir. Maður hefði gjarnan viljað vita hvernig var lagið sem það hefði glatast held ég. Þannig að þetta eru bara stórkostleg bókmenntaverk. En það sem er merkilegt í Biblíuna, að þegar hún var til, það var bakarameistari á himnum sem leyfði þessu að verða til í þeirri mynd sem það er í dag. Og í síðara Tímóteusarbréfi segir Páll við Tímóteus sem var svona honum náinn og Páll hafði verið svona eins og mentor fyrir. Hann segir við Tímóteus, en halt þú stöðuglega við það sem þú numið og fest trú á, þar þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veittir speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Jesú Krist. Og þetta er svolítið merkilegt að þegar að Páll skrifaði þetta, þá var Nýja testamenti ekki til. Og samt segir hann að það tala Jesú Krist. Það er hver einasta bók Gamla testamentisins talar Jesú Krist og spáir fyrir því komans. Það má helst velta fyrir sér hvort að Esterabók gerir það eða ekki. Allar aðrar eru klárlega að fjalla hann.
Og svo segir, sérhver ritning innblásin af Guði og nytsum til fræðslu. Við stoppum aðeins við innblásin. Allar bækur hafa einhvern innblástur. Góðan, vondan, þennan eða hinn. Það má segja eins og ég tók á það með líkinguna sögunu Nýjufullin keisarans, hún var innblásin. Það er innblástur í henni. Og við fáum innblástur að lesa hann og já, ég ætla ekki að bara trúa öllu af því að allir hinir segja það. Ég vil sjá hvað er sannleikan óháð því hvað allir að segja. Ljóti andarungin, já, ég ætla ekki að dæma ykkur fyrir að vera ekki eins og ég. Hann fungerar vel þegar hann er bara hann sjálfur. Þetta er allt innblástur. En það sem er munurinn á Biblíunni og öðrum bókum er það að hún er innblásin af anda Guðs. Og Páll segir, og nytsum til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti, til þess að sá sem trúir á Guð sé albúinn og hæfur gerð til sérhvers góðs verks. Og ég hef stundum sagt að Biblían er eins og Jesú Kristur. Jesú var sannur maður og sannur Guð og í einu manni mættist það mannlega og guðlega. Hún varð til að marganhátta mannlegan hátt, Biblían, en innblásin af heilugum anda. En að þessu sögðu, þá er þetta ekki alveg rétt að hún sé algjörlega mannleg bók og guðli sem mætast, því að sumt er ekki alveg mannlegt. Það er þá á ég við að framtíðarspár Biblíunar hafa ræst með þvílíkum hætti að það er að taka kafla í Biblíun til dæmis í Daníelsbók og lesa þá með mannkynssöguna við hliðin á, bara mannkynssöguna sem ég lærði í menntaskóla til Ólaf Þótt, og bara textinn er það sama. Þarf enga túlkun eða neitt. Það er bara verið að lýsa þessu. Nákvæmlega eins. Annað er fram í tíman og hitt búið að gerast. Og heimildargildi Biblíunar er eitthvað algjörlega ótrúlegt. Þegar að menn er að bora til vatni, hafið farið í Biblíuna, þarna á að vera vatn og bora og ná í það. Það er sagt að þarna sé ykkur borg, þau fara niður og þar er hún. Og nákvæmnin er svona eitthvað sem er nánast óþekkt úr fornritum. Og heimildirnar eru svo nákvæmar. Síðan eru reglur í lögmálinu sem var ekki farið að praktísera fyrir en í lok 19. aldar og 20. öld af því að vísindin komust að því sama. Það er hérna hagfræðikenningar það að skattleggja í góðæri og hérna þessi til fyrir hallærisárum. Það er kenningar að nýtingu auðlinda sem menn eru að aðhyllast í dag. Það eru kenningar sem sagt hlutverk ríkisins í hagstjórn. Það er hvernig á umgangast sjúkdóma. Lögmálið skrifaði einhverju sem vissi nákvæmlega hvernig bakteríur hegða sér og vírusar. Hvað að gera ef þú snertir lík þar sem að viðkomandi dó úr sjúkdómi og þá hvernig á að nota útfjólubláa ljós sólar til þess að hindra til að losna við smitið og smiti ekki aðra. Það er fjölbreytni í mataræði og hvað það skiptir miklu máli næringafræðin og hvernig á að slátra dýrum. Það er ekki fyrir inn á 20. öld sem að reglugerðir náðu því að vera eins og hjá gyðingunum. Og svo er margt sem að skilur ekki, til dæmis gyðingar sem að hafa sína sið og venjur sem eru svo mótaðar af lögmáli Guðs. Af einhverjum ástæðum, hverja svo sem þær eru, þá er það þannig að það sé 0,2% mannkyn sem er 20% Nóbelsverðlauna. Þannig að það er ýmislegt og það er einhverju leyndardómar þarna sem við erum ekki enn búin að fatta. Ég held þó að sko hvíldardagurinn komi mikið inn í. Ég fór einu sinni algjörlega eftir Biblíunni, prófaði það sem ég sagði við sjálfum mig í 36 tíma þá ætla ég ekki að gera neitt og mér er bannað að gera eitthvað. Og þá losnaði ég við hugsunum allt sem ég þyrfti að gera og hvíldin sem kom var alveg ótrúleg. Biblían er skrifuð á mismunandi tímum og það þýðir
tungumál þróast og það gerir það verkum að menn oft í vandræði með textan, að því að merking sama orðsins ekki eins. Kynslóðin á undan kynslóð foreldra minna, hún notar orðið aumingi sem hluttekningarorð. Það var einhver veikur, þú ert nú meiri aumingin og þá var verið að sýna samúð og hluttekningu. Ég man eftir orði sem að, já, ég geti hlegið þetta, þannig var þetta. Og við getum tekið annað dæmi að menn voru alltaf í vandræðum sko með orð yfir þá sem að glímdu við eitthvað, vera lamaðir, fæðast ekki með sömu greind og aðrir og svo framvegis. Og að þið takið orðin sem hafa orðið til þetta, sem alltaf verið að breyta, en voru sko hlutlaus og í lagi fyrst. Fáviti, hálfviti, vangefin, takið þessi orð bara. Og þau voru fín þegar þau komu fram, en svo eru þau neikvæð. Og svo man ég eftir því þegar ég var krakki, það var búið að finna orð sem átti að leysa allan vanda. Þroskaheftur. og þetta ekki eftir því, þetta gerist bara minni ævi. En Biblían var skrifað á mörgum öldum. Og orðin á hverju kynslóð þýddi ekki alltaf það sama. Og svo var ég ekki fyrr farin að kenna tvítugur þegar að krakkarnir sögðu, þú sko bara þroskaheftur. Og þar með að það orð farið og þá er þetta að vinna upp enn nýtt orð. Og allt gerir þetta verkum að við eigum stundum erfitt með átt okkur á hvað Biblían nákvæmlega segja. En á móti kemur að þetta var ekki handbók skrifuð eins og manúal fyrir þvottavélinni minni sko, sem ég nenni ekki einu svona að lesa, heldur eitthvað sem verður til í deiglum mannlífsins og höfðar til okkar og nær til okkar. Skemmtileg og önnur menning og menningarheimur þarna á ferðinni og eitt sem mér fannst mjög skemmtilegt í Hósea. Drottinn sagði við mig, farðu aftur og elskaðu konu sem elsku af manni sínum en heldur framhjá, elskaðu eins og Drottinn elskar Ísraelsmenn, þótt þau snúi sér öðrum guðum og sækist eftir rúsínukökum. Já, þetta stendur í Biblíunni. Og ég man að mér fannst það ennþá skemmtilegra sko versið í eldri þýðingunni að það stóð og þykir rúsínukökur góðar. Og ég hugsaði, já, ég er alveg sammála Biblíunni þarna að mér er rúsínukökur vondar. Rúsínugóðar og kökurgóðar en að blanda þessu saman sem er alveg hræðilegt sko. En svo þegar til að eyðileggja brandarann sko, með því að grafast fyrir hvað er að bakvið, það var að þannig að þetta voru kökur sem voru búnar til þegar menn voru að lofa Guðin Bal og þá var honum eignuð vínuppskeran og það var Guð, þau trúðu því þeir voru að dýrka Bal að þetta veri Guð, sá Guð sem hefði gefið vínið. Guð styrkun, hún var svona sex, drugs and rock'n'roll eins og ég segi sko stundum, til að reyna að lýsa þessu stuttumáli. Hryllilegi hluti sem gerðust, oft á tíðum. Og rúsínukökur gengdu miklu hlutverki þarna. Ég hef grunum að þær hafi verið áfengar sko. En við sem lesum þetta í nútímanum bara sækist eftir rúsínukökum, hvernig ósköpunum getur það verið stórglæpur. Annað dæmi sem ég ætla að taka er vers sem verður til í Biblíunni, í Nýja testamentinu, hefur bara þýðingu fyrir ákveðin tíma, ákveðin stund, í ákveðinum aðstæðum. Og það er í fyrra Kórinthubrefi 14:33. Eins og siður í öllum söfnuðum minna heilugu skulu konur þegja á safnaðarsamkomum. Því að þeim er ekki leyft að tala heldur skulu að hlýða eins og lögmáli býður. En ef það vilja fræðast eitthvað, þá skulu að spyrja eiginmenn sína heima. Konum sæmir ekki að tala á safnaðarsamkomu, eða er Guðsorg frá ykkur komið, eða er það komið til ykkur einna. Og þetta hefur valdið alveg gríðarlegum misskilningi. Og aðstæðan er þessi að á þessum tíma þá var ekki mikið hátalarakerfi og magnarakerfi eða rafmagn, sko, við erum að tala fyrir 2000 árum. Og kristnir reyndu þegar að þeir fengu trúfrelsi í Róm að búa til kirkjur með þannig hvelfingum að þeir huguðu að hljóðburði. Prestunum fór að tóna til allir heyrðu. En konurnar sátu aftast.
þær heyrðu bara hvað fram fór. Það áttu yfirleitt ekki iPhone, sko, það geti verið svona netinu, sko. Það leika sér að þær heyrðu ekki neitt, sko, og fóru að tala saman. Og ef þið skoðið versinu undan að Páll að tala segja við Kórinthubréf, samkomnar ykkar alveg ferlegar, sko. Það óróleiki, það óstjórn, það hver að tala ofan í annan og svo eru konurnar að tala og það heyri ekki hvað fram fer. Ef þær heyri ekki eitthvað, ekki að láta það tala saman, spurja heldur mennina sem sátu framar, hvað fór fram á samkomunni. Þannig getur sko menningamunur valdið gríðarlega ruglingu. Þetta orðið þannig að menn bara þegar, ég man eftir því þegar að fyrsti kvenprestu var víður í Íslandi, það heldur menn bara að það veri glæpur. Þetta hefur verið túlkað þannig að Guð sé að segja að konur eiga ekki að predika. Já, já. Og það bara algjörlega röng túlkun á þessu versi. Það bara ekki það sem versi segir, en við þekkjum kannski ekki bakgrunn og þá auðvitað að miskilja það. Og en af hverju bjó Guð ekki bara til handbók? Og þarna tengist þetta því sem Björn Ingi talaði áðan. Guð hefur kallað okkur til að eiga persónulegt samfélag við sig. Biblían getur ekki komið í staðinn fyrir það, en boðskapur hennar getur leitt okkur áfram. Og ég held bara að trú okkar á ekki að byggjast á okkur finnist allt meika sens og hún byggist á persónulegu samfélagi Guð. Og bók sem verður einmitt til á mörgum kynslóðum, hún getur orðið algildar og höfða til okkar og svo kemur andi Guðs og lýkur henni upp fyrir okkur þegar við lesum hana. Það er fleira, sko, talsmáti misjafn. Þetta er sérstaklega skemmtilegt í Bandaríkjunum, sko, þegar að forsetar koma úr mismunandi fylkjum með mismunandi talsmáta. Og Jimmy Carter kom einu sinni fram og hann segi, þessi vinur minn, það þýddi ég rétt þekkjan. Og svo, af því hann kom frá Georgíu Suðuríkjónum, eða eitthvað þarna úr Suðuríkjónum. Svo besti vinur, já það var svona eiginlega bara vinur, ég mann ekki alveg hvernig það var einhvern tímann, en allavega talsmáti getur verið misjafn. Og þetta mjög fyndið ef fólk fyrir að kynni skvört öðru og fyrir að búa saman og læri mismunandi talsmáta, einhvern veginn setti það fram þá kenningu að á Íslandi væri tölu 400.000 tungumál. Af því að talsmáta okkar mismunandi. Ég átti föður sem að talaði alltaf oft í hálfkæringi og orðaði hlutin ekki eins og meinti heldur átti maður að fatta og ég bara kunni það tungumál mjög vel. Svo fór ég að tala það við ykkur aðra að botna enginn í því hvað ég var að segja. Og Jesús var með svona orðfæri. Jesús talaði og kendi á aramísku. Þetta er ekkert það tungumál. Ég veit bara það að þegar Biblín er skrifuð, þá skrifuð þeir það sem hann sagði á grísku. Og Jesús sagði, hver sem kemur til mín, fylgir mér, og hatar ekki föður sinn og móður ekki mín verður, og maður las þetta bara og átti ekki orð, sko. Einhvern veginn fékk ég útskýring á þessu, en það er athyglisvert að það eru 2 guðspjöld sem taka þetta upp. Og í hinu guðspjöldinni segir, hver sem elskar föður og móður meira en mig er ekki mín verður. Þannig að annar þýddi þetta orðrétt, hinn þýddi þetta ekki orðrétt yfir á grísku, heldur merkinguna. Og þetta lenda með líki þegar þeir eru að þýða Biblíun á íslensku. Að þýðandinn er stundum að reyna að koma merkingun á framfæri til þess að eyða þessum á rosalega misskilningi sem annars getur orðið. Stundum er það misjafnað, en ekki alltaf, stundum er það gott. Menn hafa gengið svo langt í nýjustu þýðingunni að aðlagan á okkar menningaheimi og tala systkini í staðinn fyrir bræður. Ég hef nú stundum sagt það allt í lagi þó að Biblían tala bræður, sko, því að við kallandi þurfum að þola það að við brúður. Brúður Krists, samkvæmt Biblíunni. En nú í Gamla testamentunni, ég ætla að fara hratt yfir, fyrstu bækur Biblíuna 5, Mósebækur, fjallaði það hvernig syndin kom inn í heiminn og svo kemur mikilvægur kafli sem fjallar það að þegar að Nói fyllir í stöði tjaldi sínu, þá skiptist í 2 horn. Einn sonur hans opinberaði skömm föðurins. Hinir breiddu yfir hana og neituðu að horfa á hana. Og það er alveg skýrt að þannig er Guð.
Hann neitar að horfa á skömm okkar, synd okkar og sér okkur alltaf falleg og æðisleg. Eins og þeir syni Nóa gerðu. Það kom bölvun yfir þann son Nóa eða ætt hans sem hafði tekið hinn pólinn í hæðina. Opinbera skömmin og auglýsana. Orðið Satan þýðir sá sem ásakar eða ákærir. Guð ásakar engan og ákærir engan, hann sýknar. Hann er miskunnsamur og þegar Jesú dó nakinn á krossi, þá tók hann á sig nekt okkar. Þegar hann var hættur, þá tók hann á sig skömm okkar. Og Guð, hann breiðir yfir skömm okkar, hann neitar að sjá okkur þannig og gerir það ekki, þó hann gæti það, að því að syni Nóa gengu aftur á bakkinn í tjaldi til að horfa ekki á föður sinn fyrir þeim var búin að breiða yfir hann. Guð horfir aldrei á okkur á skömm okkar eða slíkt, hann breiðir yfir og sér okkur, og þegar hann horfir á okkur, þegar hann búin að taka á móti Jesú, þá sér hann Krist í okkur. Þetta er alveg grundvallar atriði og grundvallar stefi gegnum alla Biblíuna. Síðan segir frá því í annarri Mósebók þegar Guð gaf lögmál gyðinga sem var ætlaði að vera til bráðabirgða í 400 eitthvað ár. Ég ætla ekki að fara út í það, en þar eru boðurinn 10, kærleiksboður elska Guð og náungan. Þar er lög og reglur og svo bara praktísk löggjöf sem hefur í raun og veru lítið með nútímann að gera. Svo eftir það koma bækur, sögulega bækur, þegar Ísraelsmenn fóru inn í landið, Kanansland. Svo koma bækur þar sem hvernig landinu var stjórnað á dómurum og guði. Þangað fengu sér konung fyrir 3000 árum síðan. Og svo eru sögur konungana og svo hvernig þetta endaði í herleiðingu þegar að Ísraelsmenn voru teknir 586 fyrir Krist og færðir inn í annað land. Og nýtt fólk kom inn í landið í staðinn sem eru kallaðir Samverjar. Og þegar svo gyðingar fengu að koma aftur 70 árum seinna, þá eru það ægilega deilur alveg eins og núna. Þegar að Palestínumenn og Ísraelsmenn eiga erfitt saman, þegar deilu landið nákvæmlega sama stað að koma upp. En þegar Jesú gekk á jörðu, þá fyrirlitu gyðingar Samverjana, en Jesús gerði enga mannamun. Hann hitti samviska konu, hann boðaði orðið í Samaríu, hann sagði sögu það hver væri náungi manns, að þegar einhver maður lá í blóði sínu og gyðingar gengu fram og kom Samverji og hjúkraði og sagði hver var náunginn. Og talaði öðruvísi en allt samfélagið. Biblían segir síðan koma sálmar, söngbækur eins og Davíðssálmarnir, speki eins og orðskviðarnir og svo koma alls konar spámannsrit sem töluðu það að þá Guð hefði viðurlögðu lögmálinu þegar við brygðumst, það væri hann samt miskunnsamur og kærleiksríkur. Og þeir voru að segja frá því þegar Kristur kæmi og hvernig allt yrði þá öðruvísi. Þeir lýstu því hvernig nýja sáttmálinn yrði, það myndi byggist á fyrirgefningu og skilyrðislausri ástúðis til manna. Jesús kom ekki með þetta, var löngu komið inn í Gamla testamentið. Auðvitað kom Jesú með það en hann var ekki fyrstur. Og síðan kemur Nýja testamentið og þar koma guðspjöll sem að lýsa því líf og starfi Jesú. Svo kemur postulasa sem lýsir því þegar að lærisveinarnir voru þegar lærisveinarnir voru boða orðið eftir að Jesú var upprisinn og Jesús fór kvaddi það með miklum stæl þegar voru að spyrja hvenær kemur Guðsríkið. Hvenær losna Ísraels með Rómverjana og þú tekur völdin í Ísrael. Og hann sagði þeir ekki að pæli þessu núna sko. Tíma og tíðir hefur Guð á sínum, Guð veit tíma og tíðir. En þið bara byrðið að fá kraft Guðs og fara að boða orðið. Og þeir eitthvað hann halda áfram að tala við þetta og þá kveður hann með stæl, hann bara hverfur upp í skýin og horfa eftir honum. Góna síðan upp í loftið. Og svo koma 2 englar og segja, hvað að gera? Á hvað að glápa? Þessi Jesús sem hvarf upp í skýin, hann kemur á sama hátt og hann fór. Þannig að hann kveður með stæl og kemur með stæl.
Biblían segir líka, síðan koma bréf sem postularnir að skrifa söfnuðunum og svo að lokum opinberum bók sem segir til framtíðina en hluti að því hefur þegar ræst. Eitt af því sem að gegnum gangandi í Biblíunni, alveg frá fyrstu síðu til þeirra síðustu, það Guðsríkið. Það sagt frá því í Mósebók Guð skapaði manninn og sagði að þau ættu að vera frjósum og fjölga sér, uppfylla jörðina og gera hana undirgefna og ríki yfir öll á jörðinni. Þá það er til sagði það sem að víst gerðist að þegar að Reykjavík var fátækt bæjarfélag og bæjarstjórn Reykjavíkur hafði áhugjur af fólki sem var alltaf eignast börn, sko. Það var sér að Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur, fenginn til að tala þau til og það var engu tauti við komandi, það kom alltaf nýtt og nýtt barn saman hvað þau lofuðu, sko. Og þetta lenti alltaf framfæri fátæk sveitafélag sem Reykjavík var þá. Nema þegar að síðasta barni kom, sko, þá beið maðurinn til prestinum í Biblíuna, flett upp í fyrstu Mósebók og sagði, stendur ekki hérna verið frjósum, fjölgi ykkur og fylli jörðina. Sér að Bjarni tók Biblíuna og sagði, jú, en það stendur hvergi hérna, sagði við mannin að þú að gera einn. Og Biblían segir að maðurinn sem var falið að vera drottinn jarðarinnar hafi gefið þetta til djöfulsins, Satans. Og þegar að Satan freistar Jesú þá segir hann við Jesú, sýndi Jesú allt veldi, öll ríki heims og dýr þeirra, einhvern veginn gæti hann bara gert það, og segir við hann, ég ætla að gefa þér allt þetta veldi og dýr þess, því að mér er það í hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig skal allt vera þitt. Jesús efaðist ekki það. Og Jesús kallar djöfulinn höfðingi þessa heims. En hann segir, rita drottinn Guð þinn skaltu tilbyðja og þjóna honum einum. En svo koma því að djöfullinn yrði sviptur völdum og það skref í að Guðs ríki verði til á jörðu. Jesús segir, það kemur rödd að himnu og hann segir, nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingi þess heims, djöfullinn, út kastað. Og þegar ég verð hafinn upp frá jörðu, það er að segja á kross, neldur á kross, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvað hættan ætti að deyja. Og í Daniels bók í Biblíunni skrifuð Daniel var upp í 500 árum fyrir Krist, 500-600 árum fyrir Krist, þá segir hann frá því að þegar hann réð draum, að á þeim dögum þessara konunga mun Guð himnana magna upp ríki sem aldrei mun hrynja og ekki verður selt annarri þjóð í hendur, það mun eyða þessu ríkjum en sjálft standa eilífu. Og Daniel sá sýn sem var svona, ég horfði í nætur sínum og sá einhvern komi í skýjum himins, áþekkan mannssyni, og svo segir, honum var falið, valdið, tignin, konundæmið og allir menn og þjóður og tungur skyldu lúta honum veldi hans eilíft og líður ekki undir lok. Á konungdæmi hans verður ekki endir. Og spádómar Biblíuna voru skýrir, Guð mun taka völdin. Guð mun reisa sitt ríki og að lokum verður allt annað afmáð. Og gyðingar voru að bíða eftir þessu. Og þetta var að magnast upp því að nokkrum áratugum fyrir fæðingu Jesú, þá tóku Rómverjar Ísrael. Og þegar að Jesús fæðist, þá voru þeir ekki búin að gera skattlandi. Þeir Ísraelsmenn voru sjálfstæðir þó að það verður þarna rómverskur her. En það var konungur sem hét Heródes sem sat í skjóli sem Rómverjana samt og hann var ekki af konungsættum og giftist á konu sem var að konungsættum til þess að gyðingar myndi settast á hann. Hann var gríðarlega grimmur og siðblindur. Hann eignaðist syni og hann óttaðist að það yrði gerð bylting gegn honum og syninni setti til valda því að þeir höfðu konungablóðu gegnum móður sína. Svo hann drap þá bara. Sína eigin syni. Og svo fær hann fréttir. Himintunglin
segja að nú sé spádómnir ræðast og gyðingakonungur að fæðast. Hann verður svo skelfingulostinn, hann lætur drepa öll sveinbörn í Betlehem, 2 ára og yngri. Og það allt samfélagið, það nötraði eftirvæntingu eftir að nú kæmi kannski Guðsríkið, því að Daniel spáði fyrir því að komu Rómverja, hann spáði fyrir því að komu Messíasar, en menn voru svona ekki að skilja, menn voru líka að lesa út úr spádómunum eitthvað sem að þeir vildu, vegna þess að Daniel sagði alveg fyrir það að Rómverjarnir myndu eyða Jerúsalem sem þeir gerðu 70 eftir Krist. Og þá tóku þeir fólkið og það var verðfall á þrælamörkuðum. En svo gerist það stutt eftir að Jesús fæðist að Ísrael verður rómverskt skattland og þeir fara að innheimta skatta og mótið komið með vegi og fleira. Og Jesús kemur fram og allir að bíða, nú hlýtur Kristur að fara að koma og reisa Guðsríki á jörðu. Spenningurinn mikill. Og Jesús fyrir að gera kraftaverk og hann segir engum til að byrja með að segja Kristur, því að ef myndi gera það hefði orðið bylting í landinu, það hefði bara fólk sem hefði hrifist á hennu safnað her og bara það hefði blóðsútstellingar, svo hann fór mjög varlega með að tala það. Enda var hann með annað í huga heldur en seinna kemur Jesú aftur og bindur enda á alla synd, allt sem rangt og nýr himinn og nýr jörð verða til. Og gyðingar horfðu á þá spádóma miklu frekar heldur en það sem Biblía sagði að Kristur gæmi, myndi fórna sig fyrir syndir okkar, rís upp aftur og gefa okkur eilíft líf, sem Biblían í Gamla testamentinu talar mikið um. En það titrar allt og skelfur af þessi Jesús kemur og að lokum ákveðið ráðherra að eiga fund með honum sem trúði á hann Nikodémus. Það fundurinn um nótt, við veitum ekki hvað margir sátan, en Nikodémus kom með leynda fundin, kannski einhverju lærisveinar Jesú voru þarna, því að það sagt frá fundinum í Biblíunni. Og Nikodémus segir ég veit ekki hvað fundurinn var langur, kannski margir klukkutímar, en það sem sagt úr fundinum, það að Nikodémus segir við Jesú, ég trúi þú sért lærimeistari frá Guði að því ég sé kraftaverkin sem þú gerir. Svo fer það að ræða Guðsríkið og Jesús segir við hann, það getur enginn séð Guðsríkið nema fæðist upp á nýtt. Og Nikodémus heyrir þetta eitthvað alveg nýtt. Það var ekki, hann hélt að það kemur bara einhverju skýjum himins eða menn myndi gera uppreist gegn Rómverjum eins og þau gerðu uppreist, gyðingar höfðu gert uppreist tæpum 200 árum áður gegn grískum konungum. Svo kemur bara Jesús segir, það sér enginn Guðs ríkið nema fæðist aftur. Það eitthvað sem þarf að gerast innra með okkur. Guðs ríkið í dag innra með okkur. Og Guð þarf að ríkja innra með okkur. Í hug okkar, tilfinningalífi og hvar sem Þar þarf hann að verða konungur. Hann þarf að verða konungur minn og konungur þinn. Og þetta svona ákveðið samræðu form sem notað þarna. Ég kann nú ekki nógu mikið í því til að geta lýst í, en þetta svona samræðu form hjá gyðingum, svo hann kemur spurningu, ekki svona, þetta þáttur í svona rökræðu umræðu. Og Nikodémus spyr, á ég að fara aftur inn í líf móður minnar og fæðast að nýju? Og þá segir Jesú við hann, sko, þegar þú fæddist líkamlegri fæðingu, ég svona aðeins að umorða þetta, þá áttur upprunnaðan úr vatni. En þú þarft líka í þær andlegan upprunna. Og sá upprunna þannig, auðvitað þegar þú veist hvað þú komst, þegar þú fæddist líkamlegri fæðingu úr móðurlífi móðurinnar og þú veist hvert þú ferð, en þegar þú fæðist andlega þetta eins og vindurinn. Það bara gerist eitthvað innra með þér og það fæðist eitthvað upp á nýtt. Og hann segir, vindurinn blæs það sem hann vill og þú veist ekki hvaðan vindurinn kemur eða hvert hann fer. Þannig þann sem andonum fætur.
Og eina sem við þurfum að gera er að taka á móti Jesú bara hér og nú, ef við ekki gert það, þá fæðumst við að nýju. Hann segir þú ert að fæðast af vatni og anda, svo segir hann það sem holdinu fæðist hold, sem andanum fæðist andi. Hann er alltaf að tala þetta tvennt. Og hann segir eins og Móse upp höggormur eimöði mörkin, þá eru mannssonur upp að hann að tala um þetta deyja á krossi. Því að svo til þess hver sem trúir á hann hafi eilíft líf. Guðs ríki er að trúa á mig, segir Jesú, og þá eignastu eilíft líf. Og hann segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur af eilíft líf. Guð sendi mig ekki til að dæma heiminn, heldur til að heimurinn frelsist. Og hvað gerist þegar við endurfæðumst? Biblían segir við séum andi, sál og líkami. Þegar við endurfæðumst þá verður sá andi sem við höfum að engu, hann er ekki til lengur. Og Guð tekur að sínum eigin anda og fæðir eitthvað nýtt innra með okkur. Og það sem er fætt að Guði getur aldrei dáið aftur. Þess vegna er lífið sem hann gefur eilíft. Það er eilífur andi sem gefur eilíft líf innra með okkur. Og þá er Guðs ríkið orðið að veruleika. Og hér stoppa ég. Amen. Við skulum biðja saman, ef einhver hérna vill eignast Guðs ríkið og ganga inn í Guðs ríkið, þá, ég ætla að segja aðeins nokkur orð um það, að þá þurfum við að sækja ríkisborgararétt í Guðs ríki. Það gerum við með því að segja Jesús, þú ert minn drottinn og minn konungur. Við þurfum að gangast undir hann sem okkar drottinn, þá erum við hans ríki. Þá ríkir hann yfir okkur, í okkur og við ríkjum með honum. Viljum við vera undir hans ríki, undir hans valdi, undir hans konungsvaldi. Það gerðist í Hafnarfirði fyrir einhverjum áratugum síðan að það var maður sem gaf Jesú Kristi húsið sitt, Austurgötu 6. Einar skriðari hérna, mikill Guðs maður. Og hann fór með afsal til sýslumannsins og á þeim tíma þurfti sá sem var viðtakandi ekki að skrifa undir, bara sá sem var afsala. Og bað sýslumannum að þinglýsa eins og Jesú Krist. Og sýslumannum vissi ekkert hvað hann átti að gera. Og þetta lá í skúffi á sýslumannum lengi og hann klóraði sér í höfðinu. Svo kom Einar til hans. Og þetta er sönn saga, sko. Ég veit þetta bara beint úr sýsluskrifstofunum og þetta er í þinglistum gögnum og allt, sko. Einhvern tíma áður en afsalinn var þinglist, það var samt búið að dagbókafæra það og hann borgaði ekki einhvern tíma fasteignagjöld. Þá átti að selja hana Jesú Kristi í lögbirtingablaðinu. Og hérna, sem sagt, að þá, sko, kemur, já, og þá sem sagt, kom hann til sýslumannsins og var að reka á eftir þessu og þá segir sýslumaðurinn, ég get ekki þinglist þessu afsali, því að það þarf leyfi ráðuneytisins til þess. Af því að Jesú Kristur er ekki íslenskur ríkisborgari. En hvort sem hann er íslenskur ríkisborgari eða ekki, að þá getum við orðið ríkisborgari hans ríki núna í dag. Og nú ætlum við að biðja bænina sem opnar okkur inngangin í hans ríki og þá endurfæðumst við. Kæri Jesús, ég gef þér mitt líf og þú ert minn konungur og drottinn og ég tilheyri þínu ríki. Ég trúi að risið upp fyrir mig og lifir í dag. Ég þakka fyrir að þú tekið við mér og endurfætt mig núna. Amen. Og þá bara þakka ég fyrir.